Gunnar, jafntefli í síðasta leik móti Grindavík. Úrslitin hljóta að vera talsverð vonbrigði fyrir ykkur Njarðvíkinga. Já, þau eru það. Við ætlum að koma til að vinna og við vissum það að við vorum með þetta í bara í okkar höndum. Við vissum hvað við þurftum að gera. Við þurftum að koma og vinna Grindavík, gott Grindavíkurlið og mér fannst svona í byrjun leiks að það er svona smá skjált í okkur. Það er alltaf gríðarlega margir leikmenn í þessu liði sem aldrei verið þessu stöðu áður. En mér fannst svona að við komum svona inn í þetta jaft og þétt og nú skorum náttúrulega frábært mark og maður gerir það virkilega vel og fara 1-0 í hálfleik að sýndi það að þetta er alveg möguleiki og fórum yfir nokkar hluti inn í hálfleik og mér fannst við koma vel stemdir út. Við fáum en hotspinnu það sem við sköllum rétt fram úr svona frekar góðu færi finnst mér og ef að leikurinn hefur verið 2-0 þá held ég nú að Grindavíkurmenn hafa nú bara hætt svolítið held ég og við hefum bara keyrt meira á þetta. En í staðinn þá fáum við mark á okkur mjög auðlalegt mark þar sem að boltinn er að skoppa hægri vinst út allt og svo kemur eitthvað drauma skotin alveg við stöng út fyrir teig sem að verður til þess að þeir komast inn í leikinn og eftir það við kannski verðum einhver smá sjokkir eða eitthvað en allavega riðlar okkar aðeins leik einhvern inn og við fáum mjög ódýrt mark á móti okkur sem verður til þess að við þurfum einhvern veginn að stokka upp í mörgu sem við vorum að gera og ætlum að gera en við þurftum að bregðast við ætlum að vinna þetta og við reyndum að gera það og við hömrum á þetta markina á milljón og ég held að boltinn að vera tvisvar stöngin í slána og markmannir var að verja vel en við náum þetta mark 20 markið en það kannski kom aðeins svo seint en ef það hefur komið fyrir þá það kannski verið aðeins meiri möguleiki en ótrúlega súrt og virkilega leiðilegt að klára tímabil svona. Það hlýtur að hafa verið talsvert kjatsök að fá svona 2 mörk á sig með skömmu millibili í seinni hálfleik. Jú, og það er sem segir, við fáum þetta fyrra mark á okkur og hitt kemur svona svolítið í kjölfari og þetta er það náttúrulega þetta er svona hægri krókur, vinstri krókur einhvern veginn og en við heldum samt áfram, við reyndum og við reyndum að bregðast við og við fannst ekki gera það bara vel en það vantaði hennar heimsfræga Heslumun sem þyrfti kannski verið til þess að við myndum vinna Grindavík í dag. Ef og hefði. Alltaf þannig og það er bara þannig og lífið er einhvern veginn þannig og mér get alltaf verið ótrúlega ánægður og stoltur með liðið mitt í sumar og það sem við höfum náð í þessu afreki að vera að berjast í toppnum í allt tímabilið og taka klúbb og lið sem var einu marki frá því að falla úr þessu deild í fyrra og vera einu marki núna frá því að fara í umspil sem var náttúrulega einhver draumur hjá okkur. En það var markmið hjá okkur innanbúðar, ég get sagt það núna hjá okkur strákunum að við ætlum að ná í þetta umspilsæti og því miður þá gekk það ekki upp. Það vantar Heslumuninn en þetta er eins og þú segir, þetta er búið að vera eiginlega drauma tímabil hjá okkur þrátt fyrir allt og þetta sé kannski svekkjandi núna þessu augnabliki. Já, þetta er kannski ekki draumatímabil, þetta er frábært tímabil. Draumatímabil er að vera vinnanleik það hefur verið draumatímabil en eins og segir, þetta er fótbolti og hann gefur og tekur og því miður þá fengum við ekki það með okkur í dag að við getum haldið áfram að dreyma en við erum klárlega á réttir leið í þessari vegferð okkar með hennar klúbb og með þetta lið og svo vinna að undirbúa fyrir næsta tímabil fer náttúrulega bara að staða núna bara á mánudaginn og það sem við ætlum að gera er að gera betur en við gerum í ár, það er bara hannig. Þið eru nú bara hársbreidd frá því að bæta besta árangur sem að Njarðvík hefur náð á knattspyrnuvellinum þannig að það er þó eitthvað til að byggja á. Já, eins og segi, við erum bara að byrja að skrifa söguna, það er bara þannig og mér fannst frábært stuðningur hjá Njarðvíkingunum, mér fannst frábært stuðningur í kringum liðið bara síðustu vikur, maður hefur fundið mikið meðbyr í kringum liðið, mér hefur fundið fullt af fólki sem hefur komið inn að klúbbnum og hjálpað til og styrktaraðilega tilbúin að koma meira og meira inn í þetta og það sjáðu allir, það er eitthvað mikið að fara að gerast í Njarðvík og það er allir tilbúin að fara í þessa vegferð. Ég segi þá bara gangi ykkur vel á þessari vegferð ykkar. Takk fyrir það, kallinn minn. Takk fyrir það.